Í þessari tilraun ætlum við að finna út sambandið á milli millilítra og rúmsentimetra. Og áhöldin sem við þurfum reglustika, mæliglas, við þurfum yfirfallsker og bikarglas sem passar undir yfirfallskerið. Við þurfum bikarglas með vatni eða eitthvað ílát með vatni. Svo þurfum við eitthvað svona kubb, hérna með blýkubb og svo þurfum við band. Og bandið þarf ekki að vera svona, það geti þess vegna bara verið tvinni. Og það sem við gerum að við byrjum að því að mæla kubbin með reglustiku og til að finna rúmmál á kubbi þá það bara lengd sinnum breidd sinnum hæð. Við mælum hér, þetta eru 2 cm sinnum 2 cm sinnum 2 cm, hann eins og allar hliðar. Og til að finna út rúmmálið þá sem margföldu þetta saman, 2 x 2 x 2 og fáum þannig út hvaðan tekur mikið, hvað marga rúmsentimetra þessi kubbur tekur. Og svo ætlum við að mæla hvaðan ryður miklu frá sér. Og þá höfum við hérna yfirfallskerið og við hellum í það þangað til að fara að flæða hérna ofan í bikarglasið. Þegar að fara að flæða úr þá bara stoppum við og svo þurfum við að losa það sem fór hérna út af. Hellum því bara hérna tilbaka og setjum svo undir. Og svo tökum við bandið og við vefjum því bara hérna utan kubbinn nokkrum sinnum og svo setjum við smá hnút. Allt til að hafa tvöfaldan hnút því að þessi gerða bandi beinst mjög illa, þannig að þó við setjum tvöfaldan hnút og þá losnar auðvitað, bara ekkert vera að toga mjög fast. Og þá þessi kubbur orðinn fastur, þá getum við láta hann síga hérna ofan í yfirfallskerið, látum hann síga bara rólega og þá ryður hann frá sér jafnmiklu vatni og hann tekur. Og þá tökum við hérna bikarglasið, hellum í mæliglasið, hellum bara varlega og setjum svo aftur hérna undir. Má líka bara taka hérna og hella aðeins úr þannig að það fari ekki að sullast hjá okkur. Svo lesum við bara hérna af mæliglasinu og þá þarf að passa að augað að það sé akkurat hérna, þannig að það horfi hérna lárétt á. Og ég sýni betur á töflunni hvernig það er gert. Og þegar það er búið þá er búið að finna út hvað kubburinn er semt í rúmsentimetrum með reglustikunni og svo hvað ryður miklu frá sér í millilítrum og að þetta er sami kubburinn, þá getum við séð hvert sambandið er hérna á milli millilítrana og rúmsentimetrana.